það núna. Valsmenn byrja með boltan. Í baki á honum. Já, en býtu nú við, þetta hættuleg. En Sigurður komið, hann reynir nú að lyfta hér boltanum yfir. Skarpjörnar að blæka þessu yfir, þetta var hættuleg. Herri, þeir að lenda í stökustu vandræðum með að spila hér út og hérna bara innkast. Já, fín pressa. Þetta flott pressa, en vel leist. Ragnar, Arnar, hérna allt galopið. Og hann að sleppa einn í gegn, þetta Steinar Þorsteinsson á móti Antoni. Og það rennur honum út á Stefán og þarna rétt. Þetta var dauðafæri. Þarna Eiður Aron sem fæði boltan bara hreinlega í sig. Já. Á Ragnar. Og Ragnar komin í skotfæri. Þetta fínt skot. Og Stefán setur þetta í hliðanettið. Þetta það var Sigurður Egill móti Aroni. Og það var Kristinn. Býtu hér. Já. Og hann alveg galopinn, Bjarni Ólafur hérna. Og gefur boltan inn í á Kristinn sem skorar. Þarna virtist Kristinn að vera bara frekar einn. Það sé þetta skrá. Við erum búin að vera hérna búin að líða svona 2-3 mínútur í opnu spili þar sem Valsararnir hafa haldið boltanum. Það kemur sending inn fyrir. Og þetta var bara hársbreytt frá því að vera mark. Einar Karl teiknaði hann upp á Patrik Pedersen. Ég held að stingi honum hérna inn á. Þetta flottur bolti. Þetta var hættilegt, þetta kom ekki. Arnór sem var svona að dangla fætinum í átti á boltanum. Þarna var ekki hægt að setja bara hausinn í þetta. Já. Herðu, þetta nú bara ljótt. Patrik Pedersen minn sko. 84. mínúta í leikinn í Lengjubikarnum. Og líka ekkert í gangi. Þetta var fyrir neðan allar hellur. Já. Og hér Snorri komið. 2-0 tap gegn Íslandsmeisturunum. Hvað tökum við úr þessum leik? Þetta var náttúrulega bara hörkuleikur. Við ákveðum að mæta Grimmi til leiks og ætluðum svona aðeins að reyna að koma þeim á óvart og pressa og svolítið hátt á vellinu sem að kannski lið ger ekki oft hérna á Hlíðarenda. Þannig að þetta var gott test fyrir okkar menn. En Valsararnir náttúrulega með mjög vel spilandi lið og köflum náttúrulega opnuður okkur. Þannig en við fengum sömuleiðis líka 3 dauðafæri í fyrra hálfleik og hefðum getað skorað 1-2 mörk hefði alveg verið sanngjarnt. Þannig að fullt af jákvæðum hlutum í okkar leik og við fórum náttúrulega inn í þetta okkar forsendum. Breyttum svo í seinni hálfleik þar sem við ákváðum að þétta og ekki gefa eins mikið færi á okkur varnarlega og það gekk vel upp. Þannig að seinni hálfleikur fínn og líka fullt af fínum hlutum í fyrri hálfleiknum sjálfsög líka. Langt liðið á þetta undirbúningstímabil. Hvernig hefur þetta gengið svona þínu mati? Við erum bara mjög sáttir. Það hefur verið stígandi í því sem við erum að gera. Áherslurnar sem við erum að leggja upp með eru bæting í þeim. Þannig að ég er bara mjög bjartsýnn fyrir sumarið og spenntur en það er náttúrulega ennþá svolítið tími í þetta. Þannig að við höldum áfram að byggja ofan á það sem við höfum verið að gera og fullt af jákvæðan hlutum í gangi. Þannig að við höldum bara áfram fulla verið. Leikmannahópurinn, hann fullmótaður fyrir sumarið? Við erum bara með hörku öflugan hóp og erum að vinna með hann. Þannig að förum bara bjartsýnir áfram með það. Markmið sumarsins? Fara upp í Pepsi-deild, það er bara nokkuð klárt. Segir sig sjálft? Já, auðvitað ætlum við okkur að gera það. Jóhannes Karl, takk fyrir. Takk fyrir sömuleiðis, takk fyrir.